Þú ert áhugaleikari eða hvað? Segðu mér aðeins frá því. Já, ég áhugaleikari, já. Ég bara eiginlega datt inn í þetta bara fyrir nokkrum vikum og svo bara af því að ég hef tækifæri til þess núna að mæta í háskólann og taka þátt í að leika. Er þetta fyrsta giggið eða? Nei, annað. Annað giggið? Jöp. Segðu mér aðeins hérna frá þínu karakter í dag. Sko, ég var 2 karakterar. Ég var sem sagt tölvunörd sem að vissi allt betur og var gáfaðasti maðurinn í herberginu og hrókagikkur og mjög leiðinlegur. Og mér tókst á 4. hóp að vera virkilega leiðinlegur og ég tók eftir í hvað þetta var alveg auðvelt fyrir mig að vera leiðinlegur. Af því að ég vil meina að það sé ekki eðli mitt sjálft, sko. Svo var ég Eiríkur. Já, ég var Eiríkur sem að rannsóknarblaðamaður. Og ég var að reyna að fá meiri upplýsingar frá lögreglunni heldur en ég var að veita þeim. Þannig að ég setti mig svolítið í þann gírinn. Hann var svona skemmtilegri persóna, þægilegri á þann hátt að hann var alveg ákveðinn og vildi fá sitt og ýtti svolítið en ekki þessi dólgur og dóni sem að Þorgrímur var. Og hvernig er að bregða sér í þessa karaktera? Er þetta auðvelt fyrir þig? Mér finnst það tiltölulega auðvelt, já. Mér finnst rosalega gaman að setja mig í spor annars fólks. Mér finnst svo gaman að skilja annað fólk og geta sett mig í spor þess. Og þar af leiðandi finnst mér það að leika aðra af því að ég alltaf eitthvað að fíflast. Ég læti þessu asni alls staðar ef ég fæ tækifæri til. Einstaka sinnum alvarlegur og þá ætlast ég til þess að allir trúi ég sé að meina það sem ég segi en samt alltaf að fíflast þess á milli, þannig að þetta er mjög flókið að þekkja mig. En já, börnin mín er alltaf að biðja mig, og barnabörnin heitir það núna því að börnin eru svo stór. Þau eru alltaf að biðja mig að leika einhverja persónur og hitt þetta, þannig að ég er alltaf að leika í annað skipti á ævinni sem að núna í febrúar sem ég fæ pínu borga fyrir það. Og nemendurnir, voru þeir alveg að taka þér alvarlega? Já, ég náði þeim. Það segja það allir að ég hafi bara, þau tóku mig alvarlega. Þau sá ekki gegnum grímuna allavega, þannig að ég var rosa ánægður. Og mér heyrðist það bara með alla leikarana. Þau voru að standa sig frábærlega. Mér finnst frábært að vera partur af þessum hóp sem að, fólk sem ungur strákur sem komið fyrsta skipti. Stórkostlegt. Já, frábært. Og náðurðu upplifa þig einhvern veginn svona í aðstæðunum eða varstu meðvitaður að þú værir hérna inn í skólastofu og þetta væru allt nemendur og einhvern veginn þannig? Mér tekst rosa vel að þau séu bara í sínum hlutverkum og ég í mínum hlutverki. Meðal annars kannski þjálfunin mín hefur verið að vinna á dvalarheimili þar sem að fólk er með alls konar verkefni, heilabilanir og hitt og þetta. Og þar fékk ég dálitla þjálfun líka í að setja mig í hlutverk vegna þess að það var það sem var gott fyrir fólkið og ég þurfti að setja mig í þeirra spor sem voru að tala um gamla tíma og hitt þetta. Þannig að kannski er ég búinn að vera bara miklu meiri hlutverkuleik heldur en ég gerði mig grein fyrir. Einmitt, bara alla þínu tíð eitthvað að Já. Góð punktur. Já. Er eitthvað sem við viljum bæta við þetta? Eitthvað svona varðandi þína reynslu hérna í dag sem að... Nei, mér finnst það var frábært að skólinn sé að fara þessar nýju leiðir og ég veit bara hvað er frábært fyrir sérstaklega ungt fólk að átta sig á því að það getur mætt alls konar skrýtnum persónum eða ég kalla það skrýtna persónur vegna þess að það er skrýtið að vera hrokafullur og leiðinlegur og dónalegur og svo ítinn og ákveðinn og ég er líka skrýtinn Þannig að mér finnst það frábært Já, á allan hátt. Flott, þá bara erum við góð. Takk fyrir mig. Ekki, góður. Já. Flott, geggjað.